Ok, við ætlum að spjalla þessu markgildi og ég ætla að byrja hérna á skilgreiningunni á markgildi frá vinstri. Í fyrsta lagi það látum við F vera fall. F er fall og A er einhver öndulfasti. Svo segjum við, ef að formengi F inniheldur opið bil vinstra megin við A, við erum svolítið að segja ef að ég geta nálgast fallið vinstra megin frá, þá verður fallið að vera skilgreint vinstra megin við punktin A. Og til er L, þannig að við getum tryggt að fjarlægðan á milli f af x og L, sem sagt tölugildi af f af x minus L, verður eins lítil og við viljum með því að velja bara x minus A nóg nálegt A. Sem sagt velja x okkar nóg nálegt A, en við verðum alltaf að vera með vinstra megin við A-ið. Þá segjum við að f af x hafi markgildi L þegar x stefnir á A frá vinstri og við skrifum markgildið þegar x stefnir á A og svo mínus hérna uppi því að við erum að koma frá vinstri. Þannig að hérna þýðir það að f af x er jafnt á L. Ef öll þessi skilyrði eru uppfyllt. Nú skulum skoða aðeins mynd hvernig þetta segir okkur og má ég sjá hérna. Skutlum inn hérna mynd. Hérna er ég með eitthvað fall. Og fyrsta sem ég segja, fallið mitt verður að vera skilgreint vinstra megin við punktinn. Ef ég er að nálgast A frá vinstri og koma hérna, það þarf að vera til eitthvað B, segjum það sér hérna til dæmis. Við getum haft það alveg hér með við myndin okkar, að fallið er skilgreint hérna á þessu hérna bili. Ok, svo segjum við, núna verðum við að geta tryggt að f af x mínus L verði eins lítið á viljum með að velja x minus A nóg nálegt A. Já, hvar eru þessar stærðir? Skulum sjá, ef ég vel mér til dæmis x hérna, sem ég velji hérna x, þá er f af x þessi hérna stærð. Ok, svo er á munurinn á f af x og L að verða eins lítill og ég vil. Ok, hvert er þetta hérna falla stefna? Við sjáum á myndinni að það er að stefna á þetta hér gildi, ef þetta bara beint upp hérna frá hennu. Þannig að þetta hérna er tala mín L. Og þegar ég er að velja mér x minna og minna og minna, x nær og nær og nær A meina ég, sem að ég er að gera stærðina x minus A minna og minna og minni, þá er ég að færa mig hérna nær A-inu. Og þá á samanskeipi er ég að færa mig nær hérna á uslanásnum. Og ég er að reyna að gera þessa hérna fjarlægð, munin á þessum hérna tveimur stærðum, eins litla og ég get, eins litla og versti óvinnur minn ég vill að ég gera hana, með að velja þessa hér fjarlægð bara styttri og styttri. Ok, þetta er þegar við erum að tala um markgildið frá vinstri. Og ef við myndum skoða markgildið frá hægri, þá miðað við þessa skilgreininguna er alveg rökrétt að við skulum bara fara í gegnum textan og breyta. Skilgreininguna markgildinu frá hægri, F er fall og A er rauntalega. Og nú segjum við, ef formengi F inniheldur opið bil, ekki vinstra megin við A, heldur hægra megin við A, og til er L, þannig að við getum tryggt aftur að f af x mínus L verða eins lítið á við viljum. Þannig að nú er ég bara með einhverja, það verður að skilgreint hérna á einhverju bili A til C, og nú er ég að koma úr þessari átt, þegar ég koma frá hægri, og við getum tryggt að f af x mínus L verða eins lítið á við viljum með að velja x stærrana því er hérna megin nógu nálegt A, þá segjum við að f af x hafi markgildi L þegar x stefnir á A frá hægri og við ritum markgildi lim f af x jafnt á L þegar x stefnir á A og til að segja við séum að koma frá hægri þá skrifum við svona plús hérna. Nú, við skulum pröfa að skoða nokkuð dæmi. Nú við erum komið með hérna fall, við erum komið með dæmi, okkur er gefið fallið f sem tekur inn rauntölu og skilar rauntölu og er gefið með formúlinu f af x er mínus 1 ef x er minna en A, það er 0 ef x er jafnt á A, það er 1 ef x er stærri en A. Við skulum pröfa að teikna mynda þessu falli. Ok, segjum að A sé þessi hértala, þetta er bara einhver rauntala og segjum að mínus 1 sé hér og 1 sé hér, þá er þetta mínus 1 ef x er minna en A, þannig er hérna akkurat í punktunum er það ekki skilgreint þannig heldur akkurat 0 og svo hérna er það ekki skilgreint fyrir í A en heldur áfram hérna. Sér svona. Ok, og nú er verkefnið okkar að finna markgildið þegar x stefnir á A frá vinstri og finna markgildið þegar f af x stefnir, þegar x stefnir á A frá hægri.
Og ef við skoðum þetta bara myndrænt, þá sjáum við að ég er að koma frá vinstri, þá er ég að koma úr þessar átt, og eftir því sem ég vel með x nær og nær og nær a-inu hérna, þá fæ ég alltaf sama fallgildið, ég fæ fallgildið -1. Þannig að markgildið hér er -1. Nú ef ég kem úr hinni áttinni, þá er ég að velja mér x nær og nær a úr þessar átt, þá er fallgildið mitt að samaskapi að færast hérna, og alveg sama hvað ég fer nálægt, fallgildið mitt er alltaf 1. Þannig að markgildið hér er 1. Ok, þannig að við sjáum í þessu dæmi að markgildið frá hægri og vinstri þarf ekkert endilega að vera það sama. Þetta er þetta. Þetta er gott dæmi það. Ok, pröfum að skoða fleiri dæmi. Ok, hérna er hvað gerir fallið f af x eftir rótin af 2 minus x og við ætlum að skoða hvað gerist þegar x er að nálgast 2. Nú, samkvæmt formingishæðinni, þá vitum við að þetta falli bara skilgreind þegar x minus 2 er stærri eftir 0. Formingishæðin segir okkur að ef formingi er ekki gefið, að þá er þetta fall hérna skilgreind fyrir öll x, þannig að eitthvað vit sé í formúlunni. Ok, og það gerist ef við erum með positív tölu undir rót, þannig að 2 mínus x verður að stærra eftir 0. Þetta þýðir auðvitað að x þarf að vera minna jafnt og 2. Ok, þannig að þetta falli bara skilgreind þegar x er minna jafnt og 2. Nú, þá ef við skoðum hérna markgildið, þegar x stefnir á 2 frá hægri, þá getum við sagt að þetta markgildi er ekki til. Vegna þess einfallega að falli er ekki skilgreint hægra megin við punktinn. Sjáðu hérna, teiknum tannalínuna bara, við þurfum ekki að sjá fyrir okkur falla alveg strax. Sjá tvistinn hérna, x er minna eftir 2, þá er fallið til. Þannig að þegar ég kom úr þessari hérna átt, og þá er ekkert fall, það er ekki til þetta opna bil sem við tölum áðan, hægra megin við fallið. Þannig að við getum ekki nálgast þessar átt. Fallið er ekki skilgreint. Og það segjum bara er ekki til því rótin af 2 minus x er ekki skilgreint á opnu bili hægra megin við tvistinn. Svo skoðum við markgildið þegar x stefnir á 2 frá vinstri. Það er fallið sannarlega skilgreint og við getum sett tvistinn bara inn og við fáum rótin á 0 sem er 0. Ef við skoðum myndafallinu, hvernig myndum að teikna þetta upp, svona risset upp fyrir sjálf sér. Já, rótin af x er þessi hérna, svona cirka. Þannig að rótin af mínus x er einhvern veginn svona. Þannig að rótin af 2 minus x þarf að hliður 2 í þess átt. Þannig að við skulum teikna hann bara einan hinn inn. Lítur einhvern veginn svona út. Það er ekki skilgreint hérna á bili hægra megin við, þá er markgildið ekki til, en það er sannlega skilgreint hérna eftir því sem ég fyrir nær og nær tvistinum, þá fyrir ég nær og nær 0 hérna á augslanásnum. Ok. Nú kemur skilgreining hvenær markgildið er til. Þess að þetta er ekki markgildið frá hægri og vinstri, heldur bara hvenær er markgildið til. Við skulum skrifa þetta upp. Ef að markgildið, þegar x stefnir á einhverja tölu a frá vinstri, er til og er það sama á markgildið þegar f af x þegar x stefnir á a frá hægri, skulum kalla þessa tölu sem kemur úr báðum þessi markgildin L. Ef þetta er samantalinn, þá segjum við að f hafi markgildið L í a og við skrifum markgildið þegar x stefnir á a, sjáðu ekki frá hægri eða vinstri hérna, því að það sé sama frá báðum áttum, af f af x er jafnt á L.
Þetta þegar við segjum F hefur markgildið L þegar x stefnir á A, þá erum við að segja markgildið frá hægri og vinstri er til og það er það sama. Ef við skoðum þetta með við dæmin sem við erum búin að taka hérna undan, þá sjáum við markgildið frá hægri í þessu dæmi verð ekki til, en markgildið frá vinstri verð til. Þá skrifum við markgildið þegar x stefnir á 2 fyrir f af x er ekki til. Og til að skýra hvers vegna það er ekki, þá segjum við þær vegna þess að markgildið þegar x stefnir á 2 frá hægri er ekki það sama og markgildið þegar x stefnir á 2 frá vinstri. Og ef við skoðum dæmi hérna fyrir ofan, þá eru bæði markgildin til frá hægri og vinstri. Rýðum upp þetta hérna dæmi. Sjáðu markgildi frá vinstri var til og markgildi frá hægri var til, en þetta er ekki sama talan og þá segjum við að markgildið er ekki til. Þannig að markgildið þegar x stefnir á A fyrir þetta f er ekki til vegna þess að markgildið fyrir f af x þegar x stefnir á A frá vinstri er jafnt á -1 sem er ekki jafnt á markgildið fyrir f af x þegar x stefnir á A frá hægri vegna þess að það er 1. Ok, við skulum pröfa að sjá annað dæmi. Ok, okkur er gefið fall G, skilgreint fyrir allar rauntölur og kemur rauntala og G af x er 1 ef x er ekki A, en 0 ef x er A. A er sem sagt bara einhver rauntala. Og við getum teiknað mynd. Látum A vera hér og fallið er sem sagt alltaf 1 nema akkurat í punktinum A verður það 0. Það lítur svona út. 1 og svo stökk hérna í 0-ið í A-inu. Ok, og við ætlum að skoða markgildið þegar x stefnir á A frá hægri, sem sagt G stefnir á markgildið fyrir G af x þegar x stefnir á A frá hægri og markgildið á G þegar x stefnir á A frá vinstri. Og alveg saman hvort við erum að koma hérna frá hægri, velja okkur x nær og nær og nær, þá er fallgildið alltaf 1. Og en ef við eftir að koma frá vinstri, velja okkur x nær og nær, þá er fallgildið áfram alltaf 1. Þannig að markgildið úr báðum áttunum 1 og þá segjum við markgildið þegar x stefnir á A fyrir G af x er 1. Í þessu felst að það sé eins frá hægri og vinstri. Nú, á þessu stíði mannsins bætum við svo við slatt af reiknireglum, þannig að við getum sett saman markgildi falla sem við þekkjum. Og þetta er setning 2 í kaflanum. Við kalla þetta nokkra reiknireglur. Og það er birtast hér. Við erum sett með 2 föll f og g og einhverja rauntölu a og svo erum við með markgildið af f(x) þegar x stefnir á a er L og við vitum markgildið fyrir g af x þegar x stefnir á sömu tölu, það er m. Þá vitum við líka að summa fallana hefur markgildið L plus m og við vitum að margfeldi fallana hefur markgildið L sinnum m og við vitum að 1 á móti g hefur markgildið 1 á móti m, það er að segja ef m er ekki 0 og svo ef f af x er minna jafnt á g af x fyrir öll x á bilinu b til a og öll x á bilinu a til c. Skulum sjá aðeins hvað þetta þýðir. Við erum að skoða markgildið í punktinum a, þannig að þetta hérna skilir þar að gilda á einhverju bili hérna í kringum punktin. Þá er L minna eftir m. Sem sagt ef að fallið mitt g er hérna og fallið mitt þetta er g og fallið mitt f er alltaf fyrir neðan hérna á bilinu. Og þá vitum við líka að markgildið fyrir g-fallið lítur að vera stærra heldur en markgildið fyrir f-fallið sem er hérna fyrir neðan. Nú getum við með þessum reiknireglum fundið
og tveimur markgildum sem við reiknum út, fundið markgildið fyrir allar mögulegar margliður. Og við skulum pröfa að skrifa þetta, skrifa dæmi. Skoðum fyrst markgildið fyrir C þegar x stefnir á A. C bara fastafallið C. C bara fastafallið, til dæmis geti C verið þessi tala hérna. Það lítur það svona út. Nú, alveg sama hvað A segjum að A sé hér, þá markgildið alltaf C. Fallið alltaf það sama. Okay. Segjum markgildið x stefnir á A í fallinu x. Hvernig lítur fallið x út? Það akkurat svona. Þannig í tölunni A þá erum við alltaf með sömu tölu á uppslanásnum og sér hérna A mínustala, skiptir ekki máli. Þannig að þetta markgildi þetta bara A og sér að hérna stendur líka x að stefna á A, þannig að x verður A. Ok, með þessum tveimur markgildum og reglu númer 1 og reglu númer 2 þá getum við fundið markgildi fyrir alla mögulega margliður. Sér að margliður, skrifum hérna almennt einhverja margliðu p af x. Segjum þetta k0, einhver fasti, pluss k1 sinum x, pluss k2 sinum x í öðru, pluss k3 sinum x í þriðja og svo framvegis, einhver marglið af endastigi. Og hvert markgildi núna þegar x stefnir á A í þessari margliðu? Segjum markgildið þegar x stefnir á A í margliðinni p af x. Og þá skoðum við bara, það stendur í reglu 1 hérna, að við megum skoða bara hvert markgildið lið fyrir lið og leggja það svo saman. Og það stendur í reglu 2 að þegar við erum með margfald af tveimur föllum, þá með margfald sama markgildin. Og sér að hérna er með markgildið af fastafallinu k1 og x. Þannig að ég veit að það stefnir á k1 sinnum a. k0 stefnir bara á k0, þannig að þetta er k0 pluss k1 sinnum a pluss hérna er með k2 sem er fasti og svo x sinnum x. Þannig að það stefnir þá á k2 sinnum a í öðru. Og hérna er með k3 sinnum x sinnum x sinnum x. Þannig að það stefnir þá á k3 sinnum a í þriðja og svo framvegis. Og sjá að þetta hér sem stendur hægra megin er bara fallgildið akkurat í A fyrir P. Þannig að þetta verður jafnt og P af A. Ok, þannig að nú getum við fundið markgildið fyrir hvaða marklið sem er bara með að reikna út fallgildið. Ok, nú skulum við skoða nokkur dæmi í lokin. Ok, stundum gefur fallgildi okkur sem sagt markgildi en oft þurfum við eitthvað að einfalda fyrst. Og sjáum til dæmis dæmi þetta hérna. Við fáum markgildið þegar x stefnir á -1 af x í öðru -1 deilt með x plus 1. Ok, nú vorum við að segja að þegar ég er með marklið þá má ég bara setja fallgildið inn. Þannig að ef ég set x eftir -1 hérna inn, þá fæ ég 1 sem er 0. En undir striki fæ ég líka -1 plus 1 sem er 0. Og 0 deilt með 0 er ekki eitthvað sem við getum reiknað út. Þannig að ef ég væri bara með teljaran eða nefnaran geti ég auðvitað fundið markgildið, en 0 deilt með 0 er ekki stærð sem við vitum hver er. Þannig að til þess að finna þetta markgildið þá þurfum við einhvern veginn að einfalda, sjá hvort við getum einfalda brotið eitthvað fyrst. Þannig að við segjum þetta er markgildið þegar x stefnir á -1 og ég ætla að þátta hérna í x -1 sinnum x plus 1 og svo deilt með x plus 1. Og þá má ég stytta út hennan á móti þessum. Þá stendur hérna markgildið þegar x stefnir á -1 af x minus 1 og nú er engin vandræði í því að setja bara beint inn fallgildið. Það er -1 minus 1 sem eru -2 og ég er búin að finna markgildið. Pröfum taka hana dæmi. Fæ ég markgildið þegar h stefnir á 0 í brotinu rótina 4 plus h minus 2 deilt með h. Og hérna við pröfum að láta h bara jafnt á 0 inn, fáum rótina 4 minus 2 sem er 0 og 0 hérna undir striki. Þannig aftur er með svona 0 deilt með 0 vandamál. Og nú get ég ekki þáttað þetta til að stytta út, þannig ég þarf að finna upp á einhver öðru og þá er til sniðin hugmynd sem er að margfalda með
sama hvað tölunni, rótin af 4 pluss h pluss 2. Þessi pluss þessi. En sérðu, nú ég að margfalda með einhverju stærð, þá ég náttúrulega að gjörbreyta dæminu. Þannig að til að vera ekki að breyta þessu, þá bara deili ég með sömu stærð og þá var ég bara að lengja brotið. Ok, þannig að ég nota mér hérna að a mínus b sem a pluss b er a í öðru mínus b í öðru. Og ég fæ hérna, þetta markgildið þegar h stefnir á 0 af rótin af 4 pluss h í öðru, þess að 4 pluss h bara, mínus 2 í öðru, deilt með h sinnum rótin af 4 pluss h pluss 2. Sér svona. Ok, hérna bara striki stendur 4 mínus 4 sem 0 og það var bara eftir h upp á striki. Og h hérna sameiginlegur þáttur, þannig að ég margfalda stytti hann út. Þannig ég er með 1 á móti rótin af 4 pluss h pluss 2. Og núna þegar ég set h eftir 0 hérna inn, þá fæ ég rótin af 4 sem 2 pluss 2, þetta 1/4. Jáp, og við pröfum fleiri dæmi. Nú fáum við hérna rótin af 4 mínus 4x pluss x í öðru og undirstriki x mínus 2. Ef ég set x eftir 2 inn, þá fæ ég 4 mínus 8 pluss 4, það eru 0, og 2 mínus 2 undirstriki sem eru 0 líka. Ok, þannig ég þarf eitthvað að einfalda þetta. Nú sé ég get þátt að þetta hérna undir rótinni upp í, þannig að til að undirstrika hérna, ætla að segja, aftur fekk ég svona 0 deilt með 0 hérna og það var það sem gerist líka hérna áður en ég lengdi hérna uppi. Ok, þannig að ég ætla að þátta það sem undir rótinni hana. Fæ ég x mínus 2 í öðru, það er rétt á 4 mínus 4x pluss x í öðru, deilt með x mínus 2. Nú við vitum að rótin af stærð í öðru er tölugildið af þessari stærð. Þannig með tölugildið x mínus 2 deilt með x mínus 2 og x mínus 2 tölugildið, já það er allt eftir í hvort þetta er positív eða negatív stærð, þá verður þetta x pluss 2 eða mínus x pluss 2. Þannig að við erum hérna tölugildið x mínus 2 því að ég er með akkurat x mínus 2 ef x er stærðað eftir 2, en ég er með mínus x pluss 2, já skrifum það svona upp, ef x er minna en 2. Þannig að þá er ég að breyta þessu hérna í plusstölu. Ok, þannig að það skiptir sér sett máli hvoru megin við tvistin ég er. Ef ég tek markgildið þar sem x stefnir á 2 frá hægri af tölugildina x mínus 2, svo ég með tvistin hérna og ég er að koma frá hægri, x er sem sagt stærra en 2, þá er ég bara með markgildið þegar x stefnir á 2 frá hægri af x mínus 2 deilt með x mínus 2 og þetta er 1, þannig að markgildið er 1. Aftur á móti, ef ég er að láta x stefna á 2 frá vinstri, ef ég er að koma úr þessar átt, þá er ég með markgildið þegar x stefnir á 2 frá vinstri, þá veit ég að þetta er mínstælaðin upp á stykkinu, það segja mínus x mínus 2 deilt með x mínus 2 og þessi styttist út á móti þessum og eftir stendur mínus 1. Þannig að þetta hér markgildi er ekki til. Er ekki til því þetta hér markgildi er ekki jafnt og þetta hérna markgildi. Þannig að þessi hér ekki jafnt og þessi hérna. Ok, ef maður verður að skrifa þetta blaðið sitt, þá myndi maður að gera það eins snirtilegra en ég gerði hér. En sjá, markgildi fyrir hægri vinstri var ekki það sama, markgildi er ekki til. Og við skulum pröfa eitt fyrir dæmi viðbót. Látum hérna breyta nokkað þetta s núna, hún stefnir á 0. Ég er með s pluss 1 í öðru.
mínus s mínus 1 í öðru og deilt með s. Og ef s 0 hérna fyrir ofan strik, þá ég með s í öðru mínus s í öðru. Ég er með 1 í öðru mínus 1 í öðru, sem 0, og s hérna undir líka 0. Þannig aftur ég með svona 0 deilt með 0 dæmi. Þannig ég þarf eitthvað einfalda. Ég ætla að pröfa að byrja bara á að reikna upp úr svigunum. Með markgildið þegar s stefnir á 0, þá fæ ég s í öðru pluss 2s pluss 1 mínus, og við passum að hafa svigan hérna, s í öðru mínus 2s mínus 1, pluss 1 deilt með s, og þá er ég með upp á striki s í öðru mínus s í öðru sem 0, ég er með 2s pluss 2s sem 4s, og ég er með pluss 1 mínus 1 sem 0, þannig að ég er bara með 4s deilt með s, þannig að s getur við stytt út, og eftir stendur 4, og alveg sama hvað s stefnir, þá er 4 alltaf 4. Ok, pröfum nú annað dæmi, loka dæmi í þessu. Við erum með markgildið þegar x stefnir á 0 í 1 móti x í öðru. Og pröfum nú bara að sjá aðeins hérna myndrænt hvernig þetta fall lítur út. Sjá, ef x stefnir á 0 hérna undir strikinu, þá verður þetta hérna brot óendanlega stórt. Og hvernig er myndað þessu? Mjög gróf mynd, því að tekna þetta hérna fríindis en einhvern veginn svona. Og þetta á að vera alveg symmetrist hérna uppslóðnásinn. Þannig að eftir því sem ég nálgast læt x nálgast 0 hérna frá hægri, þá er ég að fara eftir ferlinu mínum alltaf ofar og ofar og ofar og ofar og ofar, og eftir því sem ég nálgast hérna 0 mitt frá vinstri hérna, þá er ég að fara eftir ferlinu ofar og ofar og ofar og ofar, óendanlega stort. Þannig að þetta markgildi segja við að séð óendanlegt. Bæði frá hægri og vinstri, þá stefnir fallið á óendanlegt. Og við ætlum að spjalla þessum óendanleikan í næsta myndbandi. Við segjum þetta gott í bili.